PISA ekki að fara að lagast næstu árin með stöðu, málþroska, orðaforða á leikskólaaldri. Ég hef mætt bæði þöggun og hroka, rosalegur hroka frá fólki. Fyrst þessi rosalegir hroki og þú ert negldur niður á samfélagsmiðlum. Stefna skipsins verður að breytast og þar náttúrulega menntamálaráðherra í algjöru forsæti. Hann getur ekki lengur leyft sér það að við séum ekki að kenna eftir fremstu vísindum. Mér finnst persónulega og ég vonast til að eins og samfélagsmiðlar fyrir fram að börn verði eins og að reykja inn í bíl í framtíðinni. Skipið ekki á réttri leið. Sko, við erum ekki bara slæmir í leskenningu, líka mjög slæmir í náttúrufræði og líka stærðfræði. Þannig að þetta er ekki bara eitt fag, þetta öll fögin, stóru fögin. Og pólitíkus að verða að byrja á að stytta aftur leikskólakennara námi niður í 3 ár. Og þá kemur ljós að það eru bara engar kannanir sem að síðan 98 sem eru birtar. Ég hef séð tölur óbirtar þar sem þetta fer að nálgast 40% sem eru í áhættuhópi på málþroska orðaforða. Og ekki hafa lokað á mig í 20 ár, bara mætt hroka á þöggun í menntagerðunum. Hvert hefur verið svar kennara við þessum athugunum? Jæja, góðan daginn og velkomin í Hlaðvarpið Pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og komin til mín hann Hermundur Sigmundsson. Hermundur, vertu kærlega velkomin. Takk kærlega. Heyrðu, hvað segirðu gott? Já, bara allt ágætt. Það eins og segið, það kuldakast í núri núna, kannski eins og ykkur, en ég sjálf að verið kulda, sko. Þetta eru 17-20 mínus, þannig að það þetta ákveðin áskorun. Það vera nú í alveg í 10 daga, þannig að mjög sjaldan að vera svo lengi. Já, akkurat. Annars bara fínt, sko. Akkurat. Ég sá þig í sjónvarpsþætti sem heita Börnin okkar, þar sem að þú ert að ræða geðheilsu barna, áskoranir, mismunandi áskoranir líka bara fyrir börn og hvernig skólakerfið hannað, en svona heilt yfir fyrir þá sem ekki þekkja. Hver ert þú? Nei, ég ég heiti Hermundur og er búinn að vera starfandi við Norska tækni- og vísindaháskóla síðan 1995. Byrjaði að taka doktorsnámi hérna og búinn að vera prófessor síðan 2003 og er að vinna með þessum að kalla nám, færniþróun og hugafar. Búinn að vera í því í 27 ár. Og er búinn að vera svolítið á Íslandi, bæði við Háskólann í Reykjavík var ég í tímabili í hlutastöðu og núna er ég við Háskóla Íslands í hlutastöðu líka. Og núna erum við að reyna að byggja upp þetta sem við kallum rannsóknarsetur menntun og hugafar sem er að leggja áherslu á færniþróun og nám og efla stöðumat og þar fyrir utan að efla hugafar. Og þetta allt til þess að bæta líðan og árangur hjá börnum og unglingum. Akkurat. Og þetta nákvæmlega sem mig langar að ræða í dag. En mig langar að leggja aðeins grunn að þessari umræðu með því að byrja alltaf vítt. Hver er munurinn á líðan ungs fólks, nú ert þú búin að vera aðeins í 27 ár, hver er munurinn á líðan ungs fólks miðað við daginn í dag eins og hann var fyrir kannski segjum 15 árum? Nei, þetta er náttúrulega það sem hefur skeð, það er alltaf svolítið áskorun að vera barn og unglingur. Og það sem hefur skeð á síðustu árum, það er náttúrulega bæði það að við höfum, eins og segi, við höfum fengið fleiri konur út á vinnumarkaðinn. Við höfum lengt skólann, skóladagur núna lengri en hann var. Þú sér að ég var í skóla frá 8:30 til 12:30 þegar ég var í barnaskóla, byrjaði 7 ára. Og þar að auki þessum gífurleg breyting, það er þessi öra tækniþróun og þessir samfélagsmiðlar og þessi gífurlega notkun sem að krakkar virðast hafa tilgang til og aðgang af þessum snjalltækjum og snjallsímum frá bara mjög ung og þetta getur valdið, myndi ég segja, stærri áskorunum heldur en kannski voru fyrir 15-20 árum síðan. Því að það sem skeður, þetta byggist á kenningu William James frá 1890 sjálfsmynd, að sjálfsmynd eiginlega hvernig þú horfir á sjálfa þig
það hérna, þetta stig og hvernig þú horfir á aðra, hvernig viltu verða og því stærra sem þetta gap því minni sjálfsmynd hefur og það vera alltaf að geta uh, skoða sig miðað við aðra, þú ert alltaf með eitthvað fyrir framan þig, gerir það að verkum að þessi samlíking verður rosalega sterk og getur valdið því að þín sjálfsmynd, hvernig þú ert, sem sagt bæði útlit og sérstaklega útlit kannski og hvaða skoðanir þú hefur verður til þess að börnum kannski líður verr heldur en áður og líka þetta, þú veist, þetta er gífurlega held ég mikið var þáttur í þessu eins og þegar ég var ungur þá sótti ég mikið til ömmurnar mínar og afa og eins og ég segi þær voru gífurlega mikið var í mínum uppvexti á mínum yngstu árum þegar þær voru til staðar, þær voru heima þegar ég kom í heimsókn og þær voru til staðar fyrir þig og gáfu sér allan tíma og til þess að vera og sinna þér og það sem þú vildir vitum og þínum spurningum og ég man svo eins sem heitir Gyðama sem mamma og pappa, hún hérna þegar ég var ungur, ég man bara eftir þessu sem var 34 ára aldri, þá var hún að lesa fyrir mig bækur sko, Litla ljóta andrógan, danskar bækur sem voru svona meter á stærð sko, og ég man að það lyktu, þetta var eitthvað sérstætt efni sem hún gerðar úr sko, rosalega flotta myndir, það voru á dönsku og þetta lag, ég náði alltaf þessa bók manni, þetta er svona þung bók og þetta var bara upphátt með hún lagst alltaf fyrir mig, ég var hjá hún ofta á laugardögum milli 10 og 12, eða 10 og 1 og það lag svona þessa bók sko, þannig að ég vissum Litla ljóta andróga frá 23 ára aldri. Þannig að sko, og þessi að gefa sér þennan tíma fyrir börnin, vera til staðar, efla þessa félagsfærni, þetta sem er gífurlega áhrif á líðan, að þú sért í samveru við fólk sem þið líður vel með, það geta rætt við þig, það er bara gífurlega mikil áhrif okkar sem sagt, okkar hérna bara heilastarfsemi og það vitum núna seinna, það eru frábæri fræðimenn eins og hérna, ég með bókina að segja núna því að ég er að vinna með þessi fræði líka, Paul Gilbert sko, þar sem sko hann er að tala svo samkennd og það geta verið til staða fyrir eitthvað annað, þetta er bara gífurlega mikið upp á sko hormónastarfsemi sko, þannig að þú færa oxytocin hormóni sem er svona, sem gera þér líður vel og þá skildi ég seinna kannski akkur mér liði alltaf svona rosalega vel hjá ömmunum mínum af því þá var bara þessi oxytocin bara mjög hátt hjá mér og þess vegna var ég leið mér alltaf betur þegar ég fór frá þeim þegar ég kom og ég var þegar ég bjó í Íslandi 24 aldur, þá var ég alltaf innum þær ég sé kannski ekki á hverjum degi en það var oft í viku og það var alltaf fagnaðarfundur hvert einasta skipti sem ég kom til þeirra og þetta tel ég gífurlega mikilvægt að maður hafi tíma fyrir börnin og sérstaklega eins og sumir að tala eins og Magga Pála hefur komið líka með þú veist að þessum byrja á leikskólum kannski eins árs gömul sem er mjög ungt því að pressa á að foreldrar komast út á atvinnumarkaðinn og þá spyr ég alltaf ok, hvað tekur við þeim og ég hef verið svona þess að spurja mig að því sko, býtu leikskólar á Íslandi með eins og í Noregi sem ég er búin að búa, hvernig eru þeir og þá þarf maður að skoða tölur frá 2020, þá voru 55% af starfsfólki í leikskóla ófaglegt, ekki með menntun, það eiga að vera 66% hlutfall leikskólakennara í leikskólum, það var 25% 2020 og menn segja mér að það hefði minnkað því að nú opnuðu fyrir þessar leiðir upp að leikskólakenningu undir líka grunnskólunum og þá hefði minnkað og þannig að þetta er engan veginn ásættanlegt á sama tíma, þú veist, fyrir nokkuð ára síðan þá lengdu við leikskólakennaranámi upp í 5 ár, þetta er ekki þannig í Noregi og hver fer í 5 ára leikskólakennaranám þar sem er borguð mjög, ég myndi segja bara sko, ekki góð laun með að við lengd menntunar þannig að þetta allavega ekki samkeppnishæf sko. Nei, þannig að þú veist að við verðum að stytta aftur leikskólakennanámið
og setja börnin í fókus. Því ég vil, það var alltaf hægt að kalla þetta fyrsta skólastíð þegar eru, 2020 var það 25% þessar leikskólakennara. Hvernig er staðan í dag? Vitum við það? Ég hef ekki séð þær tölur. Þannig að, og þar fyrir utan eru ekki gera kröfur íslenskukunnáttu sem eru gerðar allavega í Noregi, ég held á hinn Norðurlöndunum. Þú verður að kunna basis í íslensku til þess að geta unnið á leikskólanum. Já, þetta einmitt það sem að ég hef hugsað þegar ég hef farið með son minn á leikskóla, og auðvitað þetta kannski svona leiðinleg staðreynd upp á það, auðvitað maður þakklátur fyrir starfsfólkið og að það allir að vinna ótrúlega flott starf, sérstaklega það sem að mitt barn en ég hef oft hugsað hvað þetta gerir fyrir íslensku kunnáttu, að einmitt það sé kannski ekki fullkomin íslensku kunnátta meðal starfsfólksins, og þetta kannski sem að þú hefur örugglega kannski rekist aðeins á, að það eru mörg svona óþægileg kýli sem að þarf að stinga svolítið á, og svona óþægilegar samræður sem að hefur að gera með til dæmis þetta, hefur að gera með fjölskyldun og fleiri þess háttar. En aðeins til að halda okkur við leikskólana, ég átti þessar samræður við kærustuna mína fyrir ekki svo löngu, hún uppeldis- og menntunarfræðingur, og ég spurði hana hver væri svona algengur aldur til þess að börn hefðu farið áður á leikskóla, og hún sagði kringu 2 ára aldurinn. Og það var samt sem áður krafa fólks, og það var fólk sem mætti í sjónvarpið og sagði, heyrðu, ég hérna með 18 mánaða barn og hann ekki einu sinni kominn á leikskóla. En ég að velta fyrir mér, og veistu hvernig þetta á Íslandi, hvenær þótti það eðlilegt að börn færu mjög snemma inn á leikskóla frá því sem áður var, út af því að núna bara krafan að þau komist inn strax, kannski út af pólitískum loforðum. En ég velti fyrir mér, hefur þetta alltaf verið svona að börn séu að fara í kringum 1 árs aldurinn inn á leikskóla? Nei, ég held að það sé bara kannski meira síðustu ári sem það hefur verið mikla kröfur að byrja 1 árs í leikskólum. Áður var þetta miklu meira flexibult og það var ekki sömu kröfur að ég segi konur aftur, öll, ég sjálfur vill að konur séu líka að fá möguleika, en það verður eitthvað aðrir að koma heim á meðan, skilur. Það verður við erum líka að taka okkar hlutverk sem feður í kringu barnið. Þannig að þetta óréttlátt að segja þegar konur fóru á atvinnumarkaðinn, þá eiga þær líka að hafa sömu möguleika. En þetta kemur niður á einhverju þegar börnin eru send snemma inn í leikskóla, og ef leikskólanir ekki sá staður sem ég vil að það sé, miðað við ef við horfum bara á menntunargrunlag og tungumálakunnáttu, þá líka mjög mikið eftir okkur sem foreldra að við skoðum í hvernig umhverfi barnið mitt, og því yngra sem barnið fara, því lengri tími myndi ég segja að það sé ekki jákvætt fyrir barnið. Og við erum með mjög langa dvöl á leikskólum á Íslandi, sem sagt oft lengri en vinnutími foreldranna, og það engan veginn ásættanlegt fyrir börnin. Og það það sem ég mjög upptekinn af sem fræðimaður, og öll mín vinna sem að byggist á mínu rannsóknum, til þess að efla mannúð, efla börnin, og þá setur maður alltaf þau í forgang. Til dæmis það, ef annað foreldri getur farið með kannski barnið á leikskóla klukkan 9 í staðið klukkan 7:30, og hinn getur náðið klukkan 3:30, skilur. Ef þetta komast þannig samkomulag milli foreldranna, einn getur byrjað fyrir vinnunni, hinn þá aðeins seinkar hvenær barnið byrjar, og svo nær hinn í það þá fyrr. Þannig mikið veit í púsluspil í Noregi að reynda að finna hann að börnin sé alls ekki of lengi. Ég ekki að gera lítið úr leikskólanum sem slíkum, en ég að segja bara of langur tími engan veginn nógu góður fyrir börnin, og sérstaklega ef þetta umhverfi sem eiga að vera í, og sérstaklega þessi þroska, þróunar umhverfi og félagsfærni umhverfi ekki með þá fræðifólk og aðra sem við þurfum að hafa í kringum líka, þá þetta engan veginn ásættanlegt hvernig staðan í leikskólamálum á Íslandi, og pólitíkus að verða að byrja á að stytta aftur leikskólakennaranámi niður í 3 ár. Byrjum þar og sjáum hvort við fáum, og svo líka skoða hvort að bæði kennarar og leikskólakennarar geti fengið meiri laun fyrir sína vinnu, og setjum börnin í fókus. Það sem ég alltaf að tala og þessi þættir sem við gerðum,
börnin okkar, það var að setja þessi börnin í fókus. Og það eru þarna, þetta eru allt tölur sem eru opinberlegar, sem sýna það er stærri og stærri hópur sem á við vandamál að stríða. Og bara á leikskólaaldrinum, ég fór hann að finna tölur málþroska orðaforða hjá 3 ára börnum, eða bara svo því ég á að skoða 3 ára börn, hvernig staðan þar. Það er svona fyrsta sem við getum mælt í orðaforða almennilega, sko, á börnunum sjálfum. Annars erum við með próf áður sem skoða foreldrar segja hversu mörg kann barnið. 3 ára maður kannski fann að sjá þetta, barnið geta fara að mæla hvað kann barnið. Þú veist, ef maður sér teikningu á epli, veit hvað þetta er, sér teikningu á húsi, skilur, geta hús, epli, skilur, bíll, sko, hann getur fara að segja það sjálfur. Og þá kemur ljós að það eru bara engar kannanir sem að síðan 98 sem eru sem sagt birtar. Ég hef séð gögnin frá 98. Þá voru 16% sem voru sem sagt af börnum sem voru haldnir í áhættuhóp í sambandi við málþroska 3 ára gömul. Sú tala er mun hærri núna. Ég hef séð tölur óbirtar þar sem þetta fer að nálgast 40% sem eru í áhættuhóp upp á málþroska orðaforða. Ég hef talað við 5 fremstu talmeinafræðingar landsins og þær segðu mig, það er því miður Hermundur, að finnast enga tölu frá 98, stórar, mikla tölu skilur, kannski á landsvísu eða stórt útval. Og þessum Hermundur, PISA er ekki að fara að lagast næstu árin með stöðu málþroska orðaforða á leikskólaaldri. Og þú veist að í lestrarfærni jöfnunni þá er það umskráning að geta brotið lestrarkóðan, sett saman í og s og allt þetta, kunni bókstafana, sett saman 2 og 2 og 3 og 3, sem er algjör lykillinn að lestri. Ef þú ekki nærð að brjóta lestrarkóðan, þá ertu ólæs. Þess vegna við að berjast fyrir, eins og í verkum okkur Vestmannu, að börn læri að brjóta lestrarkóðan, það er fyrsta sem við verðum að gera með börn og lestur, til þess að ná að brjóta lestrarkóðan. Og var ansvöðu sem bara, ef þú ekki læri það, ertu ólæs. Og ég er búin að ná í 3 af fremstu fræðimenn Evrópu heim til Íslands núna síðast árið, 2 frá Oxford, Kate Nason og Maggie Snowling, og núna síðast var að Heikki Littinen, og Stanislav Dahen er að koma nú 2. mars, verður með ráðstefnu með okkur 3. mars. Hann er fremstur í heiminum, hann er með 660 vísindagreinar og er aðalráðgjafi Frakk í menntamálum. Og hann segir bara, hann er búin að skoða hvernig heilin funkar þau sem er læra að lesa. Og heilin notar bókstafahljóð, það er fyrsta sem heilin lærir, bókstafahljóð, hann setur á saman. Og svo byggir hann kringu það netverk sem er þá fyrir lestur. Hann byggir það og búin að breyta öðru netverki sem var ekki fyrir lestur áður, því það lásum ekkert áður. Þannig að lestrarfærni heilans var ekki til staðar. Þannig að þetta breyta ákveðnu svæði heilunum til þess að verða lestrarsvæði þegar við fengum ritmálið. Og þetta er alveg stórkostleg fræði og ég er bara að taka þessa fræðimenn heim þess að sýna okkur, við getum ekkert hoppað yfir þetta stig. Og hvað er mikilvægt líka? Umskráningin, sem það brjóta lestrarkóðan, kunna bókstafahljóð og geta saman að setja maður 2 og 2 og 3 og 3, sem er algjört lykill að öllu öðru sem kemur seinna. Svo er það málskilningur, orðaforði. Það er allt lífið sem það er að byggjast upp. Og þess að ég get lesið ítölsku en ég skil hann ekki vel því ég er ekkert góður í ítölsku. Þannig mér vantar málskilningin, orðaforðan í ítölsku. Þannig að ég get alveg brotið orðakóðan, get lesið hvað stendur. Þannig að, og það voru þær að segja, Maggie Snowling og Kate Nason sem komu þetta, þau voru í mars í fyrra, nei mars núna í ár, þær sögðu, málskilningur, orðaforði er algjör lykill að lestrarfærni og lesskilningi og geta skrifa góðan texta á framsög setna mér. Og þess vegna, og hann sagði, þetta byrjar strax þegar barnið er fætt, að ræða við það, tala við það, vinna með orð, gefa sér tíma. Og þess vegna eins og við sjáum ofta foreldrar eru rosalega mikið í þessu snjalltækjum, þú veist, þegar við kringum barnið, þá sem bara vinsamlegast veriði, gefiði barninu hennar tíma og ræði við það. Skilur, þetta er maður að biðja, setjum börnin í fókus aftur, skilur. Og þetta er maður að berjast fyrir að við sem að nota þessi fremstu fræði og það er svo skrítið að við bara lokum á þessa menn og ekki hafa lokað á mig, þú veist, í 20 ár
bara mætt hroka og þöggun í menntageiranum og sama eins og fleiri hafa mætt eins og sem hafa verið með kannski aðeins aðra skoðanir og tekið á þessum tölum og við einhver rosa krítík hérna þættin okkar börnin okkar því að við vorum með tölu sem að bara fólk vildi helst ekki sjá. En þetta er Nei. þáttur af þessu stóra menntageir okkar og sem við verðum að skoða því annars er að fá fleiri og fleiri sem ekki ná að komast út í hvorki framhaldsnám eða út í atvinnulífið. Og þetta var Norðmenni sýnt fram á með tölum að til dæmis þeir sáu það að til dæmis í leikskólaaldri þá fá innflytjendur, þeir taka á móti 8.000 á ári innflytjendur og þeir verða að fá kunna norsku áður í byrja í skólanum. Það eru þeir sem að klára sér vel í gegnum skólan, komast í framhaldsskóla út á atvinnulífið. Þeir verða sem sagt auður fyrir okkur í staðinn fyrir bara kostnaður. Og við erum að fá þetta stærri og stærri grúppu núna sem eru upp í 38% gögn frá UNESCO 2020 sem ekki ná grunnfærni í lesskilningi og stærðfræði. 38%. Og þess vegna segi ég þarna verðum við að byrja og strax á leikskólaaldri. Við erum að efla leikskólan, við erum að efla málskilning og orðaforðakennslu á leikskólanum, hjálpa foreldrum strax í foreldrafræðslu fyrstu árin, þannig að viti hvað er að skeða þeir að fá barnið. Þannig að við erum að efla þessa grunninn, ekki bara alltaf plástra. Við notum 170 milljarða á ári í leikskólan og grunnskólan. Svo spyrðu hvað eru margir læsir eftir annað bekk? Engin svör. Við vitum ekkert um stöðun okkar. Eina sem við vitum núna er PISA-mælingarnar og það viljum við helst ekki sjá. Þannig að þetta er mjög erfitt að eiga við þetta og þess vegna var ég, eins og ég sagði við, að reyna að taka þessa fremstu fræðimenn og vonast til að við kannski vöknum og förum að nota þessi fremstu fræði þeirra inn í bæði háskólanámið, kennaranámið og fyrir kennara landsins og einnig fyrir foreldra. Já, þetta er eiginlega alveg sláandi. Þú ert búin að kasta upp svo mörgum boltum að ég hreinlega veit ekki alveg hvernig ég á að grípa. Það eru svo mörg spennandi málefni sem að þú ert búin að minnast á hérna. Sko, mér finnst persónulega og ég svona vonast til að eins og samfélagsmiðlar fyrir fram að börn verði svona eins og að reykja inn í bíl í framtíðinni út af því að það er svo augljóslega mikil svona rof á tengslamyndun þegar að fólk er inn á samfélagsmiðlum. Ég er ekki saklaus í þessum efnum og maður finnur alveg sjálfur að maður þarf svolítið að grípa sjálfan sig í þessu. Þú veist að það er augljóst að þú ert að taka tíma frá barninu en hérna mér langar eiginlega að grípa boltan sko svona, hvað ég var að segja, áhugaleysi stjórnvalda og það er alveg áhugavert í íslenskri stjórnmálumræðu sem ég hef nú rætt oft áður er að það er ákveðin dyggð virðist vera að neita að tala erfið málefni og það einhvern veginn svona sitt sýnist hverjum auðvitað í því hvað er rétt og hvað er rangt en að eiga samræður erfið málefni virðist vera eitthvað sem okkur finnst bara rosalega erfitt. Sko, hvernig myndirðu meta svona aðkomu stjórnvalda og áhuga þeirra á það að takast á við þetta? Þú veist, hvar er svona flöskuhálsin í þessu? Í því að svona raunverulega takast á við þetta? Þegar ég held að sé ekkert eitthvað umdeilt að þetta sé vandamál. Ég held að fólk talar þetta sem vandamál bara í gríð og erg. Talar eins og þau séu að takast á við þetta, eins og séu raunverulega aðgerða leiðinni. En svo einhvern veginn sér maður það ekki maður sér þetta einhvern veginn bara spíralega niður á við. Já, þetta er bæði góð en samt erfið spurning því að sko ég má bara vera að nefna það við erum byrjur í verkefni í Vestmannaeyjum sem heitir Kveikjum neistið. Það sem að byggist á mínu rannsóknum og annarra framúrskarandi fræðimanna eins og ég með sérstaklega sem ég nefndi Eriksson sem er bara stórkostlegur fræðimaður vann á færniþróun í allt sitt líf og annar sem að ég met mikil Sissi Mihaly sem er flæði og tengist áhugakvöld. Stórkostlegur fræðimaður líka. Þannig að við erum komni og við fengum sem sagt að spurt 10 bæjarfélög þá sagði Íris bæjarstjóri já, ég vil vera með þessu. Hún sér að þetta er það sem að vantar upp á þess að bæta
og í því tilefni þá studdi Lilja sem þáverandi menntamálaráðherra það verkefni líka og Ásmundur hefur stutt það með því sem að var talað í byrjun sem sagt með það til þess að við ætlum að reyna að hafa 2 doktorsnáma eða sem sagt aðstoð með rannsókna og 1 verkefnastjóra í fyrstu 3 árin. Þannig að ég vil bara segja það og gefa þeim kredit fyrir það að þau voru með í því verkefni sem ég segi bara að ég var bara lánsamur að fengið Vestmannaeyjar sem bæjarfélag með mér í þetta og þá fyrir þá stuðlan bæði Írisar og svo Tryggva Hjaltason og náttúrulega bæjarstjórnar og alla þessa fólk og skólasamfélagsins, bara svo það sé sagt. Hins vegar gífurlega mikilvægt að menntamálaráðherra og hans ráðuneyti og hans stofnun sem menntamálastofnun. Menntamálastofnun fekk náttúrulega 1000 milljónir á ári í einhver ár, ég held að vera 6 eða 7 ár. Og maður getur spurt sjálfa sig, var það að skila því sem við vildum? Í öllu þessu þessu pólitíska ati og nú búið að leggja niður menntamálastofnun og á að koma ykkur önnur stofnun. Fólk hefur spurt mig, hvað heldur þú það, Hermundur? Ég segi, sko, ég veit það ekki. Því að það þarf hugmyndafræði til þess að breyta íslensku menntakerfi. Skipið ekki á réttri leið.